þá kom þessi hugmynd að fjalla syngjandi kirkju núna í nokkur skipti, eða í fjögur kvöld. Við höfum gert þetta áður hér að boða upp á fræðslu fyrir kórana, sem starfa hér á svæðinu, og þetta svona áframhald af því. Hugsunin svo að skoða sérstaklega sálmana og tónlistina, kirkjutónlistina, og tengsli þar á milli. Og í skriftin í dag ný sálmasöngur, það er gamall þessi sálmasöngur sem við erum með í bókin 1997, en það er nýkomin út önnur bók. Sko, nú höfum við 900 sálmaskilmir að velja úr. Það er nóg að læra. En hugsunin sem sagt svo að reyna að fara í ferð þar sem við erum að skoða sálmana, tónlistina og átta okkur á þessu verkfæri sem við notum í kórstarfinu, en kjarni kirkjunnar leið, það sem kirkjan snýst vegna þess að kirkjan á að vera syngjandi. Og í lúterskri hefð hefur það verið alla tíð. Þá var orðið upp til safnaðarins og söfnuðurinn söng Guðs orð af hjarta. Og í raun og veru þessi ríka kórahefð sem við höfum eiginlega arfur frá því. Og Guð gefur okkur að það megi vera mörg hundruð ári viðbót. Nú höldum við upp á Lútherhátíð 2017
og oft sungin í upphafi messu þegar prósiserast eða þegar prestar og aðrir sem að guðsþjónustunni koma ganga inn. Saga sálmabókarinnar löng. Fyrsta sálmabókin í Íslandi kom út árið 1589 og ég var ekki að fara gegnum söguna, það hefur verið á öðrum kvöldum. En ég eins og Guðmundur sagði, með nokkrar sálmabækur sem liggja hérna á borði inn í hliðarsalnum sem ég skoðaði eftir. En svona í stundmáli þá 1589 kom fyrsta sálmabókin út. 7 árum síðar kom fyrsti Grandbærinn. Grandbærinn raun og veru messuhandbók með sálmasöng líka. Þessar bækur voru endurútgerðar en árið 1801 kom þessi fræga bók Leirgerður út og menn voru ekki sammála gæði hennar. Söngurinn í kirkjunni þótti orðið gamaldags og gróttarlegur og ljótur og myndu frá að kirkjugestir og söngvarar verður upplýstir en að það var innleitt þarna svona rómantísk stefna og sálmar lagaðir og til það deilum. Það reyndar best að seinna, gerðist út á síðustu öld líka. Seinni hluta 19. aldar nokkrar sálmabækur og allar þessar bækur eru Englanda, þau eru hugsað til almenn söngs. En þegar orgel í raun og veru kemur í kirkju, fyrir að koma kirkjur á seinni hluta 19. aldar, þá fara að vera til kirkjukórar. Og auðvitað gleðst maður, sem kóramaður, maður ánægði að kirkjukórarnir voru til og við erum að sennilega með einhverja öflugustu kóramenningu í heimi við Íslendingar sem er ekki eins og margir sem segja í kórum, kirkjukórar sérstaklega, fengi svona góður kórar eins og Íslandi og það er örugglega fyrst og fremst því að þakka að það hefur sungið í 4 röddum í íslensku kirkjunni í nokkuð annað 100 ár sem ekki hefur verið gert annars staðar eða víða annars staðar. En seinni hluta 19. aldar þá fóru orgelin að koma í kirkjur en það voru komið hljóðfæri sem hægt að spila í röddum í kirkjurnar. Þá fóru að vera kórar, þá fóru menn að syngja 4 radda og söfnuðurinn var meira og meira óvirkur guðsþjónustunni og einnig í messusöng, svo messusögurum, allt hlutverk safnaðarins færðist meira og meira til kirkjukórana. Og þetta var auðvitað gott og slæmt að missa hefðina í safnaðarsöngum sem að reyndar svona hægt rólega að byggjast upp núna aftur að söfnuðurinn verði sér virkur í söng í guðsþjónustu. En það góða eins og ég sagði, þetta frábæri kórar sem eru til og eru ennþá til og svo hefur verið saman gríðarlega mikið góðri í kirkjutónlist. Gríðarlega mikið af góðum og fallegum sálmum sem eru kórverk. Ég vil aðeins að fara í gegnum það eftir. Á miðri 20. öld kom út sálmabók sem allir þekkja, var með textum í 1976, með næsta bókar komið út. Það er litla bókin sem að margir kringur daginn sinn. Og hún var í gildi til 1997. Hún var auðvitað til 1991.
er búið að lækka gömlu lögin. Þetta er sögum á þjóðtjóðunum og var í gömlu bókinni. Það fylgir þessari bók hjálpartæki. Hún er lélegt hjálpartæki, það er að við erum undir en þetta er verkfæri organistans sem að organistans spilar svona gömlu fjögurrata útsetningina og lækka. Áður var það sem þekkja þessa sem þekkja og gömum orginum stofum í Erland í kirkjum. Þetta eru oft sömu lögin, sömu útsetningarnar en búið að lækka þetta svo að flestir geti sungið. Mér finnst þetta persónulega að sé margir sálmar í sálmabókinni í dag sem er ennþá óháðir. Og ég veit að ástæðan fyrir því stundum en svo að tóntegundir eru víst erfiðar að spila. Það getur verið erfitt að spila í tóntegundum og bergstæðsmenn með lögum og svona formerkjum. Mér finnst þetta persónulega svo erfitt að spennta sögnin og að líða fyrir það að það sé erfitt að spila leikina. Mér finnst þetta vonandi næstu sálmabókum og lækka suma svona aðeins meira þó ég kannski að finna fyrir eftir það sem geit háa sálm. En svo förum við í gegnum bókina. Þá eru þetta 700 sálmar því ég ekki sálmar að séu svo margir nokkuð gött í húnarskjöfni. Fremst í bókinni eru þær messur. Það eru vetormessa, messa 1 sem er klassíska og svo messa sem er Sigfúsarmessa, svo messa sem sungin var í flestum kirkjum hérlendis á síðustu öld og náttúrulega síðustu öld. Hún byggir á danskri hirðinni, eins og svo margt í kirkjunni hjá okkur í tónlistinni og var að sjálfsögðu á sungin af konum og söfnur reynir sem þess á en við skoðum það sem við ákvæmum og sjáum að það er einhverja konum undir. En það er að fara hlutverk frá konum aftur til samfélags að taka þátt í bænagjörð og lofsöng. Svo koma sálmarnir í þeirri blöð sem það er gömlu sálmabókinni. Alveg fram að sálmi 538 koma númerinn út sálmabókar viðbændum 591 og að sálmi 616 sem var eitthvað sálmabókar fagmáli og svo allir næstum sálmabókar 701 og það er nýja sálmabókar tækti sálmabókina á 1997. Aftast er svo Davíðs sálmar, textar, frá 798 og svo ýmsar skrár í lokin. Það segir frá núna sé svona blaðsveitur sálmabókum. Það sé 845 blaðsveitur, það er númerið neðst. Þarna fá við óþægilega prestur smá aðstoð þegar sálmar eru valdir í guðshúsi. Þá kunum við að byrja upp í hvað minna og þessu guðstöð sunnudagsins. Þá þarf að finna einhver sálmar sem passa við guðstöð. Hvað getur verið hans í klokki? Og á 1997 var ekki við þetta takmarka með þessum við dag. Þá fór maður í þessi skrá og á Íslandsfundi í höstu og segja að guðspjallsálmur er 297
finnst mér persónulega vanta brúðkaupssálma, segir góða brúðkaupssálma og gerir góða útfararssálma. En sálmabókin er líka, hennar hlutverk er raunum líka varðveita. Við þurfum að varðveita þann skáldskap og sálma sem skiptir máli að það séu til. Og það er örugglega ástæða til að ekki sálma sem ekki notaðir þessar bók. Aðurlýsingin Hesi og þá langar við til þess að benda það að þegar kirkjukórarnir eins og þessi góði kirkjukór fór að hætta sem í lönduna minkaði þegar forverið minn starfi yfir Steinar Skúlason var á þeirri stjórnur ekki. Þá allt í bara var til tækifæri til þess að flytja aðra í staðra góðstakvist. Það er að þurfa að æfa alltaf mjög marga sálma í 4 röðum sem tekur á langa tíma í hver einustu messu. Þá var alltaf tækifæri til að æfa gæsalappa betri tónlist, stærri útsendingar, jafnvel kórverk eða eitthvað útrendur. Þannig að við höfum við Akureyrarkirkju eigum alltaf einn stað í hverju messu þar sem er sungið kórlag. 1 lag, kannski 2 ef ég er stuði. En það lag getur líka verið svolítið meiri krefjandi, erfiðara, lengra og stundum skemmtilega. Þannig að við höfum einhvern tíma til þess að æfa 1 lag sem við höfum þurft til þess að æfa 6 lög áður. En svo ég haldi nú að áfram að verja. En við skulum syngja þetta saman, láta dögumni skemmt eins og við endurtökum þetta bara þannig í aðtöfluna.
Annars er nýtt í þessari bók eru svokallaðir bókstafsljómar. Hjálpartæki fyrir marga, að spila á píanó, gítar, harmoníku og fyrir hljóðfæri. Þið sjáum þá til dæmis í Sálmum 718. Það er ekki að setja vorlagin. 725. Kumbaya. Meira Sálmurinn. Eða bókstafsljómar og í röddum. Það syngir þetta í þetta. Þá var þetta ekki eitthvað neðri og þetta garðina. Hún veitir okkur frelsi til þess að gera eitthvað annað en stendur í nótunum. Veitir okkur frelsi til þess að leika með staðsetningar eða að syngja í kirkjunni og nú þetta kirkjukórar. Hún veitir organistanum frelsi til að spinna, búa til eitthvað öðruvísi undirspil í sálmana, jafnvel að spila lagnum fótónum eða eitthvað leikfilm. Hún veitir í kórunum frelsi til þess að það er allt í lagi að búa til einhverjum stuði, búa til yfirrödd Rókarsson. Þetta er ekki gott allir fara að gera það, en það er hægt að skreyta einradda söng svo mikið. Veitir okkur líka gleði að mér finnst einradda söngur fallegasta sem til er. Fallegasta söngur sem til er einradd og blandaður. Það er köllum og konum og það er föðum líka. Jafnvel fallegustu kókur sem til er. Eins og þetta lag, þetta er himnesku heiður. Dásamlega form, það er líka dásamlega einrad. Holy
fljótlega, eins og vond sálmasöngsbók, aðstoðarbókin, skortur á lóðgjörðaversum og mikið af sálmum sem aldrei eru sungnir, léleg flokkun á sálmum, jólasálmarnir á 3 stöðum í bókinni og svona einhverja betri leiðbeiningar, vont, illa innbundin, tóll ekki opið, sko, ef það er spilurborðinu, þess vegna það nú bekknum hjá mér í þessi áður þaðan. Og stundum vondar bóktegundir, þá þessi bók tímamótabók og óbúðslega vel mjög. Við höfum ekki gleyma því að þetta í fyrsta skipti sem að svona sálmabók kemur út hér á landi, en annars það gríðarlega. Tökum til dæmis Þýskaland og Norðurlöndin sem óbúðslega lauk hefði fyrir sálmabókum með nótum og almennum sagnaðarsöng. Þetta er frábær bók, getur orðið aðeins betri, en við skulum nota hana í guðsþjónustu. Við skulum vonandi fyrir að nota hana meira í jarðarfarir. Það er afskaplega gott að syngja í jarðarfarir. Aðstæðandi eða kirkjugestur ætti bara að sitja og þiggja, ekki bara að sitja og njóta tónlistar og að taka þess þátt. Við skulum nota hana meira í messum sem bænabók. Það er bænabók aftast í sálmabókinni. Þannig að ég vona bara að það eignist svona bók og hún verði jafn slitin eins og hún. Það var enda að syngja annan sálm eftir Þorkil heitinn Sigurbjörnsson. Hann er númer 592. Hverfur sól í haf.